Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Sögu og skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnoldsson heiti ég. Jæja, Ólafur minn, þetta nú aldeilis skemmtilegt hjá okkur núna. Við erum mættir hérna í upptökur eina ferðina en. Já. Já, það óvægt að segja það. Þessi þáttur hér í dag á hlaðvarpinu Sögu og skoðun verið með aðeins öðruvísi sniði heldur en venjulega. Við erum ekki staddir heima hjá okkur í stúdíónu og við erum heldur ekki staddir á Borgarbókasafni. Hvar erum við staddir núna? Já, það er nefnilega það. Við erum staddir núna í Norður-Noregi, Lapphaugen heitir það. Sitjum hérna í bílnum, erum að horfa á, já, þar sem víglínan var í Narvíkurstríðinu. Og erum á söguslóðum. Við erum á söguslóðum. Og ætlum, vettvangsferð. Við ætlum að keyra þá frá Settimóen og til Narvíkur, eða Knarravíkur, eins og bærinn heitir og góður í Norrænu. Já, er það sem það kemur? Já, Knerrir, það er Knarravík. Einmitt, já. Þannig að það sem ég nefnilega svo áhugavert við þetta líka er að ef við setjum aðeins svona sögusviðið, þá náttúrulega erum við, ímyndum okkur að það sé 1940, norski herinn var þá með stöð á Settimóen sem er þá núna aðeins fyrir norðan og austan okkur. Já. Og þegar Þjóðverjar ráðast hérna inn í apríl, þá taka þeir til dæmis yfir Narvík og sækja hingað fram að Lapphaugen og eins og við horfum núna yfir svæðið, þá beint fyrir framan okkur, nú horfum við til vesturs og þá er fjall fyrir framan okkur, það er hæð fyrir neðan fjallið og upp á þeirri hæð voru þá þýskar hersveitir búin að grafa sér niður með vélbyssur og þungar vélbyssur og horfðu hérna til vesturs og vissu það að norski herinn væri frá að koma. Já. Og svo líka stórt vatn hérna, hægra megin við okkur, þannig að þetta er mjög gott svæði til þess að verja. Einmitt. En mér finnst svo sérstætt, ég hugsa alltaf þegar ég keyri hérna framhjá, að núna keyri ég hérna bara framhjá og það er fullt af þýskum húsbílum og ferðamenn og eitthvað svona. Og já, fyrir áratugum síðan, þá voru hérna bara hermenn og fallbyssur og blóðug átök og það er svolítið áhugavert þegar maður er að reyna að setja svona hluti í svona sögulegt samhengi. Einmitt. Hörðu, við setjum hérna í fallegri náttúru. Það er óvægt að segja það. Það eru, fjöllin hérna þau eru ekkert rosalega loðin eins og viðsvegar í Skandinavíu, svona aðeins minna trjámaðum eins og við eigum að venjast á Íslandi. Enda erum við hátt uppi. Já. Og það er kalt hérna. Já. Það er kalt. Og hér getur orðið mikið frost. Og það var blindbylur hérna nú, eins og við vorum að tala þegar þessir atburðir áttu sér stað hérna í apríl. Já. 20. apríl, það var blindbylur hérna. Ekkert signi og þá voru þeir að sækja fram einmitt gegn storminum. Þannig að Þjóðverjar voru með stormin í bakið. Já. Og norski herinn með storminn þá á móti sér. Og þeir voru hérna í einhverja 17 tíma fyrst, 23. apríl. Það sækja fram en það gekk ekkert og það endaði þannig að þeir þurftu að hörfa og þá voru þeir náttúrulega orðin svo kaldir líka og uppgefnir að menn gátu ekki talað orðið og þá voru þeir líka búin að berja sig mjög hart og höfðu ekkert komist áfram þá þurftu þeir að hörfa og þetta er náttúrulega líka þarna er náttúrulega her sem hefur ekkert barist síðan 1940 hvernig voru Norðmenn síðast í stríði Napóleónsstríðin. Já, held það 1815. Já, líklega. Já. Þá í dansk-norska hernum. Þá dansk-norska hernum, já. Þannig að það var enginn sem hafði persónulega upplifun af því að vera í stríði. Einmitt. Norðmenn hafa verið svolítið svona svona mikið svona herþjóð, eða ekki? Jú, og hluta til og kannski sérstaklega eftir seinna stríð og náttúrulega settu mikinn kraft í það að byggja upp öflugan her þannig að þeir komið veg fyrir þetta myndi gerast aftur. Og svo náttúrulega eftir 1815 þá erum menn að byggja virki hérna út allt til þess að verjast mögulega árás frá Svíþjóð og já, það var lagt svolítið í hernaðarmál og náttúrulega ekki síst náttúrulega núna á þessum síðustu og vestu. Já. Það er einmitt það. En það voru við náttúrulega hér áður en við fórum hérna í upptökur, þá vorum við búin að vera að skoða hérna hersvæði hérna og þetta er tilkomin mikil sjón að sjá fyrir svona leikmann eins og mig sem ekki vanur að vera á svona hersvæði að sjá allar þessar vígvélar
og allir peningurinn sem í þessum, það allir þessi bílar, jeppar út allt. Já. Maður kemur inn í bílskúr og það eru 20-34 hjól sitjandi, bara bíða. Já. Þetta er mikill peningur sem fer í þetta stús. Þetta kostar alveg heilmikið og til dæmi sko, nú er ég að googla hérna aðeins. Sko, svona Leopard 2A7 skrýtriki kostar 27,2 milljónir dollara, einn tanni. Chevaf 90 sem hérna, það kallar þetta svona infantry fighting vehicle. Þeir eru með þess að litla fallbyssu og eru samt brinnvarði og svona og nota sérstaklega gegn fótgönguliðum. Hann kostar 11 milljón dollara, einn svona. Og ein svona til dæmis fallbyssa. Hvað er þeir með hérna? 11 milljón dollara, ein svona fallbyssa. Hvað er það í íslensku? Sko 11 milljón dollarar eru sko 1,5 milljarður. Já. Þú veist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já. Þannig að þetta byrju, einn svona kostar það? Nei. Getur það verið? Já, það stóð hérna, einn svona kostar 11 milljón dollara. Jesus Christ, maður. Og til dæmis ein svona herþota alveg bara sturlað. En það þannig að Norðmenn náttúrulega líka, það var líka þetta svolítið Norðurinn sem herþjóð. Þeir eru með þessar nýjustu herþotur, F-35. Er ekki F-35, F-34? Þetta nú munið, þetta allavega annarkvort. Og þær eru sko brjálæðslega dýrar en þannig að þar ekki sko allt, þið fara ekki tvísvar yfir allt eða þrísvar, þið fara 4 sinnum yfir allt. Þannig að þessi að tjekka þetta, svo kemur þessi að tjekka og svo þessi að tjekka og svona. Þetta eru svo rosalegi peningar. Ég veit. En heyrðu, orrustan við Narvík. Þetta mjög áhugavert að sitja hérna í bílnum og taka upp hlaðvarpsþátt. Það nú ekki, það mjög óvenjulegt. Já. Og virkilega skemmtilegt konsept. Já. En ég held að við þurfum að setja þetta samhengi líka kannski bara aðeins við sko, þú veist, innrás Þjóðverja í Noreg og Danmörku. Og þú veist, kannski aðeins að tala aðeins það vegna þess að sko, við gengjum hérna fram hjá minnismerki. Þetta eru svona eins og þú sagðir, þetta eru söguslóðir og það búið að setja upp hérna 6 minnisvarða á þessari leið sem við ætlum að fara í gegnum og á meðan við ræðum þessa sögu. Og hérna, og þetta er auðvitað svona, þessi orusta sem var hérna, svona opaslega mikilvæg fyrir svona í sögulegu minni Normanna. Já. Og á þessu minnismerki hérna í Lapphaugen sem við erum standir á núna, þar stóð eitthvað á þessa leið. Hér mættu Þjóðverjar sínum fyrsta ósigri í seinni heimsstyrjöldinni, hér á þessum stað. Og Þjóðverjar eru auðvitað, þú veist þess að setja þetta í samhengi náttúrulega, þetta seinni heimsstyrjöldin hefst í byrjun september 1939 og Þjóðverjar ráðast inn í Pólland og innrásinn í Noreg og Danmörku er 9. apríl. Já. Og þá er þetta svolítið sett fram eins og sko, og þá eru Þjóðverjarnir búin að valta yfir í Póllandi og eru búin að valta yfir í Danmörku og valta yfir í suður Noregi. Já. En hérna er svona lítið norskt Stalingrad. Einmitt, já, einmitt. Lítið norskt Stalingrad. Það sem skiptir líka sérstaklega miklu máli fyrir Norðmenn að það af því síðan að Noregur þetta tapaði og var hernuminn. Að þá geta menn þó bent á að jú, við unnum þó allavega þessa orustu. Einmitt. En Norðmenn hafa verið lítið góður í því að þó þeir hafi þannig séð tapað stríðinu verið hernumdir í 5 ár þá hafa mér tekist að svona búið til svona myndum að þeir hafi svona á ákveðin hátt unnið stríðið á endanum náttúrulega. Já, já. Og þetta er náttúrulega mjög sérstakt náttúrulega, eða ekki mjög sérstakt þannig séð en þú veist þetta voru bardagar hérna, þetta voru orustan Noreg stóð í 2 mánuði eða eitthvað líka, 9. apríl fram í miðjan júní 1940. Danmörk náttúrulega féll bara strax. Já. 1,5 tími eða hvað það var. Já. En hér var barist. Já. Og það er líka mikilvægt að skjóta því inn að
einmitt eina af ástæðunum fyrir því af hverju Noregur var svona mikilvægur. Það var náttúrulega allt þetta málmgrýti og járnið sem unnið var í námanum í Kiruna og Gällivare í Svíþjóð. Já. Og það var sent því síðan þá yfir fjallið til Narvíkur vegna þess að Narvík er íslaus höfn árið kring. Eystrasaltið náttúrulega frís að hluta þannig að það var ekkert að flytja það málmgrýti þá leiðina. Nei. Og það var einmitt hluta því af hverju sérstaklega Bretar vildu stoppa þetta og svo var samt líka vetrarstríðið hluti af þessu því Winston Churchill var að gæla við það að geta sendt inn hersveitir inn í Svíþjóð og áfram til Finnlands og til að taka þátt í stríðinu þar gegn Sovétríkjunum sem var mjög áhugaverðar pælingar en síðan og það náttúrulega líka hluti af því að norski herinn var þá að vinna að svona landamæravörslu og sérstaklega þá einmitt út af stríðinu í Finnlandi, vetrarstríðinu. Einmitt. Þannig að þess vegna var til dæmis General Fleischer sem var þá yfir 7. divisjón, stór herfylki eða hvað það ég man ekki hvað þetta heitir alltaf á íslensku, en allavega og þess vegna var töluvert af norskum herstyrk fyrir norðan. Já. Og menn kannski betur undirbúnir fyrir árás hér en sunnan, en þó mikilvægt til dæmis að halda því til haga að norskir hermenn hér, þeir held ég fengu 1 mánuð eða 2 mánuð í herþjálfun. Já. Á meðan að hvað kallaði þetta? Alpa... Já, Gebirgsjäger, já, sem voru þessi þýsku svona fjallahermenn. Já. Það voru menn sem voru búin að ganga gegna, held ég, 2 ára grunnherþjálfun og búin að taka þáttu þá í stríðinu í Pólandi. Já, það voru austuríski gaurar. Já, þannig að það svolítið munur á því að vera hermaður sem fengi 2 mánaða þjálfun eða hermaður sem búin að ganga gegnum alltaf 2 ára þjálfun og líka taka þátt í hernaði. Þannig að það var mikill munur auðvitað á norska hernum og þessum þýska her sem þeir mættu hér. Já. En svo þetta líka landslæðið. Já. Kannski svolítið erfitt til að vera í bardögum í. Já. Og svo þetta líka kannski áhugavert líka bara með alla þessa árás á Noreg. Hvernig það hefði svo auðvitað getað farið úrskeiðis. Já. Svona virðist vera. Þetta var svona hálfgerð heppni að þeir náðu að komast að því að Þjóðverjar náttúrulega voru stóðu náttúrulega miklu aftar Bretum auðvitað þegar að koma sjóhernaði. Já. Þannig að þú veist að þeir hafi náð skilur að komast yfir sundið og lenda í Noregi. Já. Það hefur stundum verið lýst sem bara svona, bara mjög vel heppnuð aðgerð og hefði alveg getað farið úrskeiðis Einmitt. En svo þetta líka annað í þessu finnst mér með þessa norsku og dönsku innrás auðvitað sem að vert að nefna vegna þess að Þjóðverjar náttúrulega töpuðu stríðinu og Þjóðverjar auðvitað voru með þessar öfgakenndu ofbeldishneiðu aggressífu stefnu í austrinu og alls staðar auðvitað það sem þau komu drápunuðu fæti að það er alltaf voðalega létt alltaf að segja þú veist að Þjóðverjar voru náttúrulega bara hér til þess að leggja undir sig Noreg af því þau vildu bara leggja undir sig heiminn en það er alltaf mjög mikilvægt náttúrulega allar þessar aðgerðir á Norðurlöndunum voru alltaf strategískar og það er þetta járnsið þú varst að nefna og náttúrulega Svíar hlutlausir. Já. Og ég myndi ganga svo langt að segja að Winston Churchill bera ábyrgð á því að Noregur og Danmörk voru dregin inn í stríðið. Því Bretar voru farnir að leggja tundurdufl, er ekki það sem það kallað? Svona, tundurdufl, bara rétt utan við strendur Noregs og voru þannig búin að brjóta á hlutleysi Noregs og ætluðu að stoppa þetta og vildu draga Noreg inn í stríðið. Það er ástæðan fyrir því að Þýskaland ræðst síðan til að stoppa það. Þannig að Bretar í raun og veru þvinga Noreg inn í stríðið með því. Já. Þannig að Winston Churchill ber í raun og veru ábyrgð þannig séð. Það er alltaf síðan Þýskaland sem valdi að fara þarna inn en ef Þýskaland hefði mist aðganginn að þessu járni þá hefði það náttúrulega skaðað Þýskaland hergagniðinn alveg gífurlega. Já. Og Bretar sáu sér náttúrulega líka bara leika á borðið að opna þarna aðra vígstöð og eitthvað slíkt og
Og einmitt þá vanmátu þýska flotan sem jú var margfalt síðri auðvitað. En síðan það líka þessi, hvað maður kalla hroki sem það að passa sig á. Því þetta kom auðvitað Bretum að óvörum og þeir voru ekki undirbúnir fyrir það að þeir myndu reyna þessi innrás. Og þess eins og þú segir, það var tölvöld heppniði líka, þeir náðu að sigla öllum þessum herstyrk yfir. Einmitt. Og svo náttúrulega fyrst og fremst kannski lofthernaður, en þeir var með yfirburði í lofti, flugherinn, skipti miklu máli og hjálpaði Þjóðverjum sérstaklega að vinna síðan þessa Noregs herferð. Og Normenn báðu ekkert þetta. Nei. Og þeir sá fyrir síðan að ná að vera bara hlutlausir eins og í fyrra stríði. Já. Og það gildir að saman Finna og Dani og Íslendinga og allar þessar þjóðir sem eru fyrstar til þess að vera gleyptar af stórveldunum. Einmitt. Án þess þá einmitt að, stórveldin höfðu eitthvað sérstakan áhuga því að hernema þessi lönd. Sem einmitt svo áhugavert vegna þess að þú getur alveg sagt Þjóðverjar höfðu alveg sérstakan áhuga því að hernema Pólland. Já. En þeir höfðu ekki engan sérstakan áhuga að hernema Danmörku þannig séð, skilur. Nei. Eða Bretar eitthvað sérstakan áhuga að hernema Ísland, skilur. Þetta allt bara svona hluti af einhverju stóru stríði sem í gangi og svo einhvern veginn líka svo þú veist hvernig þú skipuleggur svona hluti, skilur, þess að Þjóðverjar okkar nú eru búin að leggja undir sig Noreg. Þá sitja það náttúrulega bara uppi með það. Já. Og þá þurfa þeir að verja það, halda uppi vörnum og stjórna því í ríki einhvern veginn. Já. Og við kannski komið að því eftir auðvitað en til dæmis bara eins og þessi Falkenhorst til dæmis sem var bara hersöðingin sem var yfir Weserübung. Hann endar sig bara með því að vera bara yfirmaður hersveitana í Noregi sem eftir í stríðsins. Já. Svolítið svona áhugaverð svona twist of fate. Nei, mitt. Og vel að merkja að það voru 500.000 þýskir hermenn hér í Noregi. Já. Það mannafli sem hefði getað nýst betur annars staðar. Það mikið. Og það sem líka svo áhvert eins og með þetta, með svona herna, að einmitt þessi aðili gerir svona og það leiðir til þess að við verðum að bregðast við og þá gerum við svona. Og svo verður þetta rullað sem einhvern veginn rosalega vindur upp á sig. Og eins, þú nefnir að þeir eru enga sérstakann áhuga að hernema Noreg og það alveg rétt. Og það ekki eins með, Júgóslavíu, þeir eru ekki sérstakann áhuga að hernema hana. Nei. Eða Grikkland. Nei. En svo þetta náttúrulega bara einhvern veginn vindur upp á sig og menn náttúrulega stýra ekkert heldur alveg því sem gerist auðvitað. Nei. En ok, 9. apríl 1940, það atburður þarna í Suður-Noregi. Norðmenn koma á landi í Oslo, sækja upp Guðbrandsdalinn, hratt. Já. Konungurinn og ríkisstjórnin flýr, já. Einmitt. Það auðvitað mjög dramatísk. Það mjög dramatísk. Atburðarás. Veldi að flýja svona bara með gullið og ríkisstjórnin og allt rastlið, Já, og alveg hundelt þá af þýskum hermönnum sem að reyna að ná þeim. Það líka áhugaverð saga, ég velti fyrir mig við getum tekið þátt það eitthvað tíma. Það bók sem heitir Operation Fish eða eitthvað slíkt. Já. Sem fjallar tilrauninni næsta til þess að ná í gullforða allra þjóða sem þeir hernumdu. Einmitt. Því það skipti svo miklu máli fyrir iðnaðinn og hernaðar bröltuðu þetta. Það var alltaf rosalega mikil búbót og ná í til dæmis gullforðan í Seðlabankanum í Brussel, í Amsterdam, í Oslo og í öllum þessum ríkjum. Náðu náttúrulega ekki í Oslo. Og það nefnilega málið, þeir náðu náttúrulega ekki í Oslo. Og svo notuðu þeir gullið það ekki í að byggja upp flota eða eitthvað. Norðmenn? Já. Jú, að því síðan norska útlaðastjórnin einmitt var það með sín gullforða og eitthvað stuðning frá Bretum og svo náttúrulega voru þeir með kaupskipaflota. Já. Kaupskipaflotin skaffaði þeim miklum tekjum. Sem þeir leiddi til þess að Norðmenn voru mikið sjálfstæðari en margar aðrar þjóðir samanborið til þess að pólsku útlaðastjórnina sem var algjörlega búin að ná miskun Breta. Einmitt. Þetta er til dæmis mjög áhugavert og náttúrulega miklu bardagar suður frá og náttúrulega mikil spenna í kringum þetta. Konungurinn og ríkisstjórnin er að reyna að flýja og þeir flýja norður eftir Noregi og komast til Molde á endanum og svo taka þá skip þaðan norður eftir til Tromsø. Já. Og þegar þetta að gerast 23. apríl. En það var það til dæmis eins og þannig að þegar þeir sigldu fyrst inn í höfnina í Narvík þá voru menn bókstaflega bara með upp í rúmi, sofandi og svo vaknaði við það að það eru bara þýskir hermenn að ganga í land
og Narvík tekin bara leið. Já. Og þá síðan sendt út skilaboð og reynt að kalla út menn og þá eru menn virkjaður og kallaður út hérna á Settimóan. Og svo undirbúin sem sagt herferð og hersókn. Og svo komu náttúrulega þá breskir og franskir og pólskir hermenn hérna norður eftir. Og það líka algjört fíaskó og það var alveg hryllilega illa skipulagt og það er frægt hvað það var illa skipulagt og illa staðið að því. Og til dæmis bresku hermennirnir voru kannski sendir í einn bæinn, búnaður þeirra var sendur eitthvað annað. Það var ekki rétt hlaðið í skipin, þannig að öllu var bara kastað upp á land og svo vissu menn ekkert hvað væri. Hvar eru skíðin, hvar þetta? Mikið af bresku hermennunum voru ekki einu sinni með vetrarbúnað, gátu ekki barist og við erum athugað það að hérna náttúrulega var allt á kafi í snjó. Og til dæmis þegar byrjaði að sækja fram hérna þá 23. apríl þá var snjóstormur og mikla frosthörkur og hérna í Lapphaugen. Já. Þá byrjaði að sækja fram og þannig að þetta var hann skrifað þetta bók hvað heitir, breskur sagnfræðingur Anatomy of a Campaign þar sem hann fer alveg í saumana á þessu Noregs ævintýri. Það norskur sagnfræðingur sem heitir held ég Magnus Godwin sem hefur skrifað mikið Noregi í seinni heimsstyrjöldinni. Og hann opnar bókina á upphafsorðum Norsk saga er alþjóðleg saga. Og þá við það í svona kannski viðsamhengi kannski en í þessu samhengi hann auðvitað að meina það að saga Noregs í seinni heimsstyrjöldinni er hluti af alþjóðlegri sögu sem stórveldabröltið á milli stórveldana og einhvern veginn eins og við vorum að koma hérna áðan þetta með Bretar leggja þessi tundudöfl skilur Þjóðverjar ráðast inn út af til þess að passa upp á sína strategísku hagsmuni og síðan koma hérna franskir og pólskir og enskir hermenn að berjast við þýska hermenn og veistu hvernig hlutvöllin eru til dæmis þessir alþjóðlegu hermenn versus norsku hermennina hvernig eru hlutvöllin á því? Já að því síðan líka, ég er líka með bók hérna fyrir fram með Kampen Narvík 62 desperate dagar það er bara orðstar Narvík 62 örvæntingafullir dagar og það voru nefnilega 10.000 norskir hermenn sem tóku þátt í stríðinu eða þá hérna í sérstaklega bördugunum hér síðan voru það 25.800 hermenn frá bandalagsþjóðum. Það eru fleiri. Já, 14.100 Bretar, 11.700 franskir og pólskir hermenn. Þannig að Noregur er bara vígvöllur stórveldana. Já, og síðan þá 6.000 þýskir. Og sem voru náttúrulega í mjög erfiðum aðstæðum auðvitað vegna þess að náttúrulega Bretar stýrðu auðvitað sjávarleiðum, öllum siglingum og Normenn náttúrulega ekki búin að leggja undir sig þá Noreg frá Þrándheimi og hingað norður eftir voru þá háðir því að koma einhverjum byrðum í gegnum Svíþjóð og það tókst þeim. Það var eitthvað byrðum, eitthvað mönnum sent í gegnum Svíþjóð undir því skini að þetta væru Rauði krossinn og eitthvað svona þarna verið svona misnota aðstöðu sína. Og Svíar hafa náttúrulega líka verið aðeins gagnrýndir fyrir það að hafa horft í gegnum fingur sér með þetta. Svíar auðvitað hafa verið gagnrýndir fyrir ýmislegt í seinni heimsstyrjöldinni svo sem. Þeir hafa verið það. En svo er mér samt mikilvægt að halda þetta í haga að Svíar líka björguðu mjög mörgum í seinni heimsstyrjöld og það náttúrulega var margir sem björguðust einfaldlega vegna þess að Svíþjóð var þessi griðastaður sem hægt var að flýja til. Og svo er líka það, hverju hefði það skilað að draga Svíþjóð inn í þetta stríð þannig að ennþá fleiri hefðu dáið og ennþá meiri hörmungar og dreifa stríðinu. Það er eins með Sviss og Spán og þessar þjóðir sem náðu að halda sig utan við. Þannig séð, þetta er náttúrulega margir sem björguðust á með því að geta komist þarna. Algjörlega, sko. Svo náttúrulega þessar aðgerðir sem var stýrt frá Svíþjóð í tengslu við að bjarga úr fangabúðunum og svona. Einmitt. Sem við tölum þegar við vorum að tala Rauða krossin. Já, einmitt. En eitthvað herflutningur Þjóðverja fór í gegnum Svíþjóð. Já, ég gerði það. Já. Og við möttum að tala um þetta meira hérna seinna þegar við keyrum hérna lengra. Við möttum að tala um Björnfjall og svona. Einmitt. En herðu, orrustan við Narvík,
Fyrsti ósigur Þjóðverja í seinni heimsstyrjöld. Já. Sko, þeir koma, eins og við tölum þeir færast upp skaftið, fljótt, svo sigla þeir hérna upp yfir Þjóðverjarnir, lenda hérna í Narvík og sækja hérna upp yfir í áttina að þessum stað sem við erum á núna, mæta hérna norskum her frá Setamón eða alþjóðlegum her. Já, eða rétt áður og grafa þessi hérna niður, vita hérna munið að koma. Einmitt. Og við ætlum að gera hérna aðeins sunnar, fylgja þessari slóð, fara aðeins betur yfir þessu sögu. En áður við leggjum að stað, ætlum aðeins að koma þessu hérna með konsepti fyrsti ósigur Þjóðverja. Við ætlum aðeins að ræða þetta hérna fyrir þáttinn. Já. Stalingrad norðursins. Stalingrad norðursins. Því að sko, hann segir höfundurinn í þessari bók og stendur hérna á skiltinu hérna líka, á spjaldinu, að eins og þú komst að hérna áðan, ég meina Þjóðverjar náttúrulega unnu þannig séð orrustun Noreg auðvitað á endanum. Já. En þá erum við að meina það að það hefur greinilega ekki verið svona ósigur, hernaðilegur ósigur á neinu leyti í Póllandi þá greinilega þetta stenst. Já, það lítið þó að vera. Ég náttúrulega hef ekki gett með það í þaula, sko, en... Nei, ekki heldur. Og þú veist, þegar ég var reyndar að hugsa þá veit ég alveg merkilega lítið innrásir inn í Pólland. Detail þar, sko. Já, það fellur svo mikið í skuggan á þessu öllu. Einmitt. Þannig það er eitthvað sem maður ætti að kynna sér nú betur. Já. En þá hlýtur það... Það verður næsta vettvangsferð. Það verður næsta vettvangsferð. Já, til Gdansk og skoðum hérna orrustunum Danzig. Til dæmis, já. Það sem að fyrstu skotin voru í seinni heimsstyrjöldinni, Vesturplatten. Já, einmitt. Einmitt. En að því síðan líka málið að maður gerir líka greinamun á taktík og strategíu. Já. Og eins og ég sagði við þig, maður getur litið á þetta sem sko taktískan ósigur Þjóðverja. En auðvitað það samt endaði sá taktíski ósigur í strategískum sigri, einmitt í því eins og þú sagðir. Þjóðverjar lögðu undir sig Noreg og Noreg var síðan hernuminn það sem eftir var af stríði. En síðan kemur þetta líka inn í þetta auðvitað sjálfsímyndin og þá horfast í augu við það að landið sé náttúrulega bara brotið á bak aftur og hernumið. Það auðvitað hefur verið erfitt fyrir norsku þjóðarsálina og þá náttúrulega að reyna menn að grípa í öll það hálmstrá sem hægt að grípa til og þá þó sigurinn í Narvík sem þessi 62 daga herferð. Þá það eitthvað sem mikilvægt og mikilvægt að halda á lofti. Þannig að þá getum við bent á, norski herinn okkar var nú ekki alveg glataði, við gátum að sparist þarna. En síðan var þetta líka svona búst fyrir Breta og Frakk og bandamenn. Já. Að þannig þetta stríð búið að vera í gangi í nokkra mánuði og þú veist, Þjóðverjar virðast vera svona öflugir, valta svona við Pólland og hérna, þess að stendur á skiltinu hérna fyrir utan hjá okkur, þá segja þeir sko The Allied forces of France, Poland, Great Britain and Norway fought valiantly during the Battle of Narvik, which became a symbol of unity and strength for the resistance of Europe. Já. Þetta náttúrulega mjög hátíðlegu textið þetta. Mjög svo. Og kannski resistance á þessum tíma átti eftir að vera meiri seinna náttúrulega. Já. Bara af Póland fallið, en samt þetta ákveðin symbol að þú veist, já, við náðum hérna einum sigri, fyrsta sigrinum gegn Þjóðverjum. Einmitt. En svo átti það náttúrulega eftir að vera kannski smá beið þangað til að hinn raunverulega Stalingrad kom svo. Einmitt. Já, það var langt í það. Hefur að keyra aðeins áfram? Já, keyrum áfram. Yes. Jæja. Þá heldur þessi rúndur áfram í okkur. Já. Og við erum búin að keyra hérna smá spöl. Stoppa á nokkrum við svona nokkur minnismerki hérna. Og hvar erum við núna alveg? Núna erum við komin til Bjarkvík. En við stoppuðum nú, eins og þú sagðir, á 2 stöðum hérna og byrjuðum að stoppa í Gratangsbotn, eins og það heitir. Því þar voru þarna miklir bardagar. Ég náttúrulega nefndi þetta áðan og talaði um hvað norski herinn var óundibúinn og hvað þetta var lítil þjálfun. Því til dæmis að þegar menn voru búin að sækja fram þangað og þá gerðist það
sem kannski hálf óskiljanlegt svona í seinni tíð, en yfirmaður norska herstyrksins þar, hann var búinn að vera vakandi í 2-3 daga, eða 3 daga, ekki búinn að sofa og var uppgefinn. Og hann einhvern veginn, hvort hann gleymi því eða allavega fór svo að hann sendi ekki út mannskap til þess að vera á vakt og fylgjast með ef Þjóðverjar skyldu koma. Þannig að þessi norski herstyrkur sem komu til Graftangsbotn, þar fóru menn bara inn í hús og lögðu sig og fóru að sofa. Þannig að svo hrindu þá Þjóðverjar af stað gagnsókn og réðust þarna inn og komu þeim gjörsamlega að óvörum. Og það var til þess að þeir tóku til fanga þarna 120 eitthvað hermenn og féllu, dóu 34 norskir hermenn, ef maður rétt, í bardugum þarna. Alltaf blóðtap fyrir norska herinn. Sko, við erum að tala um það áðan að þetta væru 10.000 norskir hermenn þarna, 25.000 alþjóðlega sveitir, breskar, franskar og pólskar. Og þau eru auðvitað að verjast. Þeir eru í Setermoen og Bardufoss. Þjóðverjarnir koma upp frá Narvik, þeir eru 6.000. Þannig að þú sér að það eru miklu færri. Það er mikið færri. Og áðan sem við vorum þarna í Lapphaugen, þar segir Norðmennirnir og Þjóðverjarnir snúið tilbaka á þennan stað sem þú varst að tala um núna. En þeir eru þetta við ofurefliða etja, allavega mannaflslega, Þjóðverjarnir. Og þegar við vorum þarna á þessum stað áðan, þannig að þetta svolítið erfitt að útskýra það svona þegar við erum að tala svona í podcastið þetta. En þú veist, þetta er mjög þröngt og þetta er mjög hátt upp í fjöllunum og þetta er mjög svona minnir mig stundum á 300. Skilurðu? Þess að Þjóðverjarnir eru miklu færri og segja, þú veist, hér ætla að planta út sem mæta ofureflinu og hörfa síðan hann niður í bæinn. En á upplýsingaskiltinu þarna uppi þar stóð að Þjóðverjarnir hefðu notað almenna borgara sem mennska skyldi. Og það finnst mér svolítið áhugavert vegna þess að ég man ekki eftir að það svona hugtak eða orðalag, human shield, hafi mikið verið notað, ekkert mikið notað í seinni heimsstyrjöldinni almennt og hvað þá í orrustunum Noregi, ég man ekki til þess að hafa heyrt um þetta áður. Nei, man nefnilega ekki heldur til þess að hafa heyrt þetta áður. Þannig að, og mér finnst lélegt að það sé ekki nefnt þá, svona almennilega hvernig. Þú veist, hvað þýðir það nákvæmlega, því það er svolítið, það finnst mér að vera svolítið mikilvægt. Því svo sem maður ákveðinu vandræði með því að trúa því upp á Þjóðverjarna að þeir hafi brotið fram með stríðsklæpi. Nei, það er ekkert erfitt að trúa því. En merkilegt að maður ekki heyrt um þetta áður. Einmitt. Og var alveg til að kanna þetta betur, sko. Það er svona að gera það, mér finnst að þetta var sérstakt. En síðan auðvitað þegar vorum að tala um stríðsklæpi líka. Og þetta með, þú veist, að sko þegar Norðmennirnir koma þarna og þessu varst að segja, setjast að í húsunum í þorpinu og láta síðan Þjóðverjarna, svo ráðast Þjóðverjarnir á þá, að þá getur maður sagt að það sé stríðsklöppur að ráðast á hús þar sem fólk býr í. En á hinn bæinn eins og þú nefndi við mig, að það náttúrulega eru Þjóðverjar og Norðmennirnir eru að bjóða upp á það með því að taka sér bólfestu í húsnæði borgara. Einmitt. Þannig það er þannig til dæmis í þessum stríðsrétti og þeim lögum sem gilda þar. Þó ákveðnar byggingar hafa ákveðna vernd, til dæmis allar trúarlegar byggingar, hvort sé kirkja eða moska eða musteri eða hofi eða hvað það er. Og ekki leyfilegt að nota það í hernaði. En svo er það náttúrulega þannig að ef andstæðingurinn til dæmis setur leyniskyttur upp í kirkjuturn eða notar kirkjuna fyrir birgðir af einhvers konar tagi, þá náttúrulega fyrirgerur þeim rétti. Þá gerur byggingun að löglegu skotmarki. Það er skóli, það er ekki leyfilegt að ráðast á skóla,
En ef þú notar skólan í hernaðinum og til dæmis með hermenn þar eða byrðir, höfuðstöðvar einhvers konar, þá verður skólinn að lögmætu skotmarki. Og þetta einmitt aldrei snúið og þetta náttúrulega líka bara umræðinu eins og hernaði í dag að ef það myndi til að spjálast út stríð núna og jú, þú kannski ferði á eitthvað bóndabæ og það tekið vel á móti þér utan, þú veist, við erum að styðja okkar hermenn og okkar stráka og stelpur en þá kannski gerir fólk sér ekkert almennilega grein fyrir því hvað hættu þær að bjóða heim. Algjörlega. Að því auðvitað bara náttúrulega þjóðurum til dæmis skylda til þess að takmarka auðvitað falla á almennum borgurum og slíku en svo náttúrulega þessi, hvað við segja, hernaðarlega nauðsyn. Já. Og hún gengur náttúrulega mjög langt líka og það hefur alltaf verið þannig, eins bara náttúrulega orrustunni, innrásinni í Normandí, það fjall þar náttúrulega fullt af frönskum borgurum sem auðvitað verið ekkert vilji bandamanna en það er náttúrulega þessi hernaðarlega nauðsyn. Það pældi ég, þarna er strax komið bara, þetta er fyrsta alveg upphafið við seinni heimsstyrjöldurinnar það sem allir þessi gríðarlegu stríðsglæparáttatur eru framdir og þessi hryllingu fyrir óbreytta borgara í allri Evrópu og einmitt á svona stað sem er ekki menn eru ekki að berjast heftarlega af einhverju reiði beinlínis skilur eins og getur ímyndaðir í Sovétríkjunum eða frakkar og þjóðverðar kannski í Alsace-Lorraine eða eitthvað skilur þú veist þetta eru þessi stórveldi bara berjast þarna út af strategískum þú veist, flutningaleiðum og eitthvað svona og þannig er strax komið þetta inn í málefni almennra borgara og almenni borgarar fannir að þjást út af þessu Já, algjörlega og svo náttúrulega líka með þetta stríð eins og nefnir þetta með þetta ofurefli sem þjóðverðir voru að berjast við að það náttúrulega var hluti af þýsku taktíkinni að hörfa hægt og rólega frá einmitt það sem við byrjuðum Lapphavaginn að því náttúrulega Bretar auðvitað réðu hérna yfir hafinu fyrir utan og Þjóðverjar gátu mjög illa komið einhverjum byrðum hérna norður eftir þannig að enda öll herferðin síðan snerist það að þessi þýski her var að reyna að tefja eins og hann gat. Hvað voru Þjóðverjarnir að fá byrðir þá? Frá Narvík kannski, þeir voru með beisina þar ennþá. Já, það var eitthvað af þeim byrðum sem voru til, eins og til dæmis norskir herbúningar, vopn sem tók yfir matvæli hér, svo náttúrulega fyrst og fremst bara það sem þeir komið með sér, og svo náttúrulega komið yfir einhverjum byrðum í gegnum Svíþjóð, með því að vera félagsbóku Rauða krossinn, en það var samt mjög takmarkað, því náttúrulega Svíum fannst það líka mjög, gagnrýndu það auðvitað mikið, Svíjar auðvitað vildu það ekki, en svona horfði hans í gegnum fingur sér með það því þeir voru líka að passa sig að stikka ekki Þjóðverjana of mikið. Þannig að það var mjög erfitt auðvitað fyrir þýska herinn hér að berjast þetta ofurefli og með svona takmarkaða byrðir. Og síðan náttúrulega var samt alveg hart barist og þetta er svolítið svo nefndir með 300 og Laugaskarð og allt það. Maður getur alveg borið þetta svolítið saman við það og þarna er það þessi þýski herafli og 6.000 mann sem voru líka aðtjóða að allir þessi 6.000 voru náttúrulega ekki á víglínunni. Þetta er þvert á móti þú ert með töluvert af setuliði í Narvík, þú ert með töluvert af liði í Bjarkvík, þú ert náttúrulega að dreifa þessum herafla yfir tiltölulega stórt svæði. Já, þessum þýska. Þessum þýska, já. Og hægt og rólega eru þeir alltaf að hörfa nær og nær Narvík og miklu bardagar. Og svo þegar þú ert komin hingað, og ég hugsa alltaf það að ég keyri hérna fram hjá Bjarkvík, af því hérna áttu sér stað einmitt hryllilegir atburðir. Því breski flotinn sendi skilaboð til óbreyttra borgara hér og vöruðu Norðmenn við að þeir myndu ráðast á Bjarkvík, myndu sprengja bæinn. Og þeir senda þessi boð og svo gerðist ekki neitt. Og svo líða dagarnir og það líður það langur tími að óbreyttir borgarar þá, Norðmenn, snúa aftur margir hverjir í húsin sín. Þegar þeir halda þá verður ekkert af þessari árás. Og svo hrinda Bretar af stað innrásinni og sprengja Bjarkvík í tætlur. Og þá einmitt gerist til dæmis sá atburður og þá var einmitt maður sem tók barnabarnið sitt og fór með það bara út í árabát og sigldi hérna út á hafið á móti bresku skipunum og hélt barninu uppi og
grátbáðum að hætta. Já, mitt. Við sitjum einmitt hérna á bílastæði við kirkjuna í Bjarkvík. Já. Og það eru hérna, þetta er friðsæll bær. Það eru hérna nokkur litrík hús og síðan fjörðurinn hérna bara opinn út. Já. Aðeins annað veður hérna heldur en upp í Laugarskarði. Já, það var aðeins annað. Þannig að hann hefur siglt hérna út, bara beint hérna. Já. Það sem við erum að horfa núna. Einmitt. Og þeir sneru náttúrulega ekki við. Nei, Þeir komu. Þeir komu og settu síðan í land hérna þá, hvað var ekki franska, svona alpa hermenn. Já. Og hertóku síðan einmitt Bjarkvík. Og þýski herinn þá auðvitað hörfaði hérna lengra eftir að því síðan eins og horfum núna, nú horfum við hérna til vesturs. Þá Narvík einmitt hérna aðeins lengra vestur, aðeins sunnan við okkur. Já. Þannig að nú eru bara korter að keyra til Narvíkur yfir vel að merkja þá brú sem ekki var þarna á sínum tíma. Já. En þetta var þá einmitt undirbúningurinn auðvitað þá fyrir síðan þá síðustu áhlaupin á sjálfa Narvík og svo einn að reyna að endurheimta bæinn. Einmitt. Þannig að á þessu hérna svæði var mikið barist og allt hérna sprengt í tætlur. Já. Og enn fyrir mér náttúrulega harði bardar líka hérna náttúrulega úti fyrir og það sukku hérna til dæmis. Það er náttúrulega norsk herskip, ekki 2 ef mann rétt. Og það liggja til dæmis líka þá hérna dálítið af skipsflökum á sjávarbotni sem eru friðuð og friðuð svo einmitt sem grafreitir. Því það er það mikið af líkum. Einmitt. Eða voru, ég ger núna ráð fyrir að beinin og allt þetta sé nú horfið núna, en engu að síður. Það er friðað og þannig að það er alveg bannað að kafa til dæmis að þessum skipsflökum. Og mér finnst það líka áhverjum að hugsa til þess þegar maður keyra fram hjá okkur svona svæði og síðan liggur skipið bara þarna. Já, já. Það tekur smá tíma fyrir örverurnar að geta það upp. Já, gerir það. Það er eins í sumar, við vorum að keyra mitt frá Tromsø og þá komum við mitt það sem Tirpitz var sökkt. Það minnismerki við það. Það var áhvert að standa þar og ímynda sér hvernig skipið hafi legið þar. Einmitt. Tirpitz var það ekki næststærsta eða stærsta þýska skipið? Já, næststærst, já. Eftir Bismarck. Eftir Bismarck, já. Einmitt. Þetta var svona krúnuð í ást þýska flotans. Men þeim gekk ekkert svo vel með þessi skip sín Þjóðverjunum. Nei, þetta var úrelt á þessum tíma, þessi orrustuskip. Já. Átti ekki nægu olíu á þetta og svo voru þessi skip náttúrulega svo viðkvæm gagnvart flughernum. Einmitt. Þannig að það hefði nú verið næra að setja stáli í fallbyssur og rifla og slíkt en. En hvernig fór þetta með Bismarck? Söktu þeir ekki sjálfur eða hvernig það þetta? Jú, endaði það þannig, ég man það ekki. Jú, þegar náttúrulega þessi tvíþekja náðu nú að varpa einhverjum sprengjum á skipið og ein lendir og eyðileggur stýrið. Þannig gátt ekki stýrt í lengur. Já. Og það var náttúrulega satt að bara þarna hjálpa á hana. Jú, endaði ekki þannig að þeir söktu því sjálfur. Frekar en að því að hafa verið sökt. Það minnir mig. Tirpitz og Bismarck voru hérna systurskip. Já. Já. 2000 tonnum þyngra heldur en Bismarck. Og þar Tirpitz? Já. Nú, ok, þannig að það var stærra, já. Þar lendi þyngsta herskip sem hefur verið byggt, segja þeir hérna á Wikipedia. Ok. Ég held að það væri Yamamoto. Já, polska herskipið. Ekki það, ég ætla ekki að vera að efast það, þetta er örugglega rétt hjá þeim. Yamato. Yamato? Nei. Jú, Yamato. Aha. Yamato var með stærstu byssur. Já, það er mitt. Það er efni annað þátt. Það er efni annað þátt. Ef við farið til Narvíkur. Já, höldum til Knarravíkur. Þá erum við hérna í kirkjugarðinum í Narvík. Nú erum við komin til Narvíkur. Narvík er flottur bær og við horfum hérna upp í skíðasvæði og svo horfum við hérna í hináttina út á sjó og þar sáum við
staðinn þar sem að franskar hersveitir réðust yfir sundið. Já, þar sem að Hálogalandsbrúin núna. Ef eitthvað sem ætlar að skoða þetta á korti. Þar var markmið þeirra að flæma Þjóðverja burt úr þessum bæ. En þetta það er hérna sem þetta allt byrjaði. Það er hérna sem að þessi höfn sem er ástæðan fyrir, allir þessari orustu Noreg til að byrja með. Og við sáum nú bara lestina núna vera keyra tilbaka til Svíþjóðar, búin að tæma úr öllum vögnunum, hellingur málmgrýti. Það er einhver skip hérna, alltaf skip í höfninni. Og fleiri skip hérna rétt fyrir utan í firðinum að bíða eftir að geta komið eða lagt að og sagt meira járn, svo þetta var siglt með þetta eitthvað. Og hérna göngum við Stríðskirkjugarðinn í Narvík. Hér eru breskir hermenn og franskir. En Þjóðverjarnir, eru þeir ekki hérna? Jú. Það sem er áhugavert líka með kirkjugarðinn hérna í Narvík er að núna stöndum við hérna hjá frönskum hermönnum og síðan eru minnismerki breska, pólska og þýska hermenn. En það er mismunandi hefðir hjá þjóðum. Bretar til dæmis, þeir jarða sína hermenn venjulega í þeim kirkjugarði sem er næstur staðnum þar sem þeir féllu. Og meðan Þjóðverjar til dæmis safna þeim saman. Þannig þess vegna er lítið af breskum hermönnum hér, eða þannig séð. Því breski hermenn eru jarðaðir þá í mörgum kirkjugörðum hérna á þessu svæði. Þetta er nefnilega mismunandi lenska og sumar þjóðir eiga sér þessa menningu, stríðsþjóðir. Og menna norðmenn til dæmis, þeir eru ekki með neina svona kirkjugarða eða neitt slíkt. Því þá voru menn bara alltaf sendir heim í heimabyggð. Og jarðaðir þar bara eins og venjulegir óbreyttir borgarar. Þetta Og ég held að minnismerki sem við sjáum þarna sé pólska, ef við röltum að því. Já, röltum að því. Það er alltaf eitthvað við að labba á kirkjugörðum og skoða þessa elstu. Ég gerði það oft þegar ég var lítill að reyna að finna elstu legsteinana Já, einmitt. Það er áhugavert, mér finnst líka áhugavert þessi lenska áður svo líka leggja við starf. Já, einmitt. Það er alltaf eitthvað sem maður gerir ekki í dag en þú myndir gera það. Mikilvægt. Já, ég myndi gera það, nei. Hérna sjáum við einmitt, pólsku hermennina. Einmitt. Hérna segja korporal, bílstjóri. Til minningar pólska hermenn sem féllu í orrustunum Narvík 1940. Einmitt. Og hér við hliðina erum við bresku hermennir. A soldier of the Second World War, 22nd of May, 1940. Svo hérna þessi, a sailor of the Second War, hann ónefndur. Og hann dó 28. apríl, en það dagsetningin sem þeir náðu Narvík aftur. Já, og ég geri þá ráð fyrir því að kannski líkið hafi verið það illa farið. Og þeir eru ekki þekkt það. Já, þeir eru nokkrir hérna sem eru bara nefndir sem slíkir. Mitt. Já, hermaður. Pilot officer, lieutenant colonel, Irish Guards. Já. 14. maí. Flight sergeant, observer, Royal Air Force. Svo þessi hérna, ordinary seaman. Já. Borð í HMS Hunter. 19 ára. Hugsa sér. Mitt. Þetta eins og hann sagði. Norsk saga alþjóðleg saga. Já, norsk saga alþjóðleg saga. Og pældi ég líka, svo fyrir þessa pólsku, pólverja. Koma hérna. Já. Og og falla hérna. Já. Það svolítið absúrt. Það það. Og einmitt þegar við líka hugsa það á þessum tíma alltaf Pólland fallið fyrir, mörgum mánuðum síðan. Einmitt. En ég hef alltaf haft svolítið tilfinninguna til þess að frakkar.
Já. Það hefði ekki verið neitt mikill áhugi fyrir þessu að vera að koma hérna og stússast í þessu. Það alveg rétt hjá þér. Það var ekki mikill áhugi á frökkum og það var fyrst og fremst Dr. Churchill að draga Breta hérna inn í þetta. Og draga frakkana. Því frakkana náttúrulega fyrst og fremst að hugsa náttúrulega bara eigin varnir. Þeir vissu það náttúrulega að þýska hernaðarvélin var náttúrulega á leiðinni. Núna erum við að labba að þýsku gröfunum. Og þarna sjáum við klassíska þýska járnkrossin. Það eru ekkert svo margar. Ég held að allt þetta séu þýskar grafir. Það er töluvert af hermönnum sem liggja hérna. Þetta er ekki margir krossar. Nei, ekki margir krossar, en þú sér síðan alla steinana líka og ég held að allt þetta sé fullt af. Já, ég sé þetta núna. Jú, þetta eru margir. Heyrðu, þeir eru ómerktir líka sumir hérna. Hans Dunkel. Þessi dó líka 28. maí, sama dag og sjóliðin sem við sáum áðan. Já. Daginn sem borgin féll. Eða sem Þjóðverjar hörfuðu úr borginni, bænum. Og ég var hérna einu sinni í svona vettvangsferð með manni sem var að vinna sem hann sem vann við stríðsskólann í Oslo. Ja. Kenndi sagnfræði þar, hafði verið í stórskotaliðinu. Og hann labbaði með okkur það hérna og að einni gröf hér, ég man ekki nákvæmlega hvar hún er. Og síðan benti hann okkur hérna á hæðina sem við sjáum hérna núna og sagði að þessi maður lést einmitt þarna á þessari hæð. Það er svolítið ótrúlegt líka að standa við gröf Hermanns, það sem að þú bæði stendur við það sem að hann bókstaflega er jarðaður í kirkjugarði og þú veist að hann dó upp á hæðinni þarna sem við horfum á bara núna. Einmitt. Líka áhugavert að sjá muninn á þessum gröfum eins og hérna. Þú veist, núna horfum við á, þetta eru bara, hvernig maður lýsa þessu, steinar sem bara svona liggja í jörðinni, með nöfnunum á. Bresku legsteinarnir, þeir standa og mikið meira skraut á þeim. Meiri texti. Útskorið, merki herdeildarinnar og svona. En getur ekki verið að breski herinn hafi bara borgað fyrir það, eða veistu hvernig það virkar? Jú, þetta er raunverulega alveg sér deildir hjá þessum þjóðum sem sjá þetta. Norðmenn til dæmis eru með sér deild sem sjá til þessum norskar stríðsgrafir út í heimi. Meðal annars á Íslandi og hér og þar sem norskir hermenn hafa látist. En svo er líka náttúrulega mismunandi eftir þjóðum hversu mikill íburður er í þessu. Og hérna sjáum við með Þjóðverjana, þeir eru mjög einfaldar stríðsgrafir, þannig séð. Margir bara svona gráir krossar. Það stendur ekkert á krossunum. Það kannski hefur eitthvað með það að gera að þeir voru náttúrulega ekki hér sem velkomnir gestir. Nei, en þetta er allt búið til eftir á og alveg sama hvernig stríðið fer og þá berðu virðingu fyrir þeim hermönnum sem falla. Já. Ég voru alltaf eitthvað lengra þegar ég var að setjast hérna. Það voru alltaf eins. Það er jú þessi. Skoðum við hérna. Ég man ekki hvað þetta var. Þetta er náttúrulega líka mjög mikilvægt í Noregi, allar þessar stríðsgrafir og náttúrulega líka grafir tengdar fórnarlömbum stríðsglæpa Þýskalands. Allir til dæmis rússnesku herfangarnir sem voru hér. Já, þá voru þetta margir sem rússneskir herfangar, sovjískir og júgóslavneskir sem var einmitt að lesa hérna eitthvað pínlítið þorp einhvers staðar í Noregi þar sem að menn voru að tala stríðið í þorpinu Þau voru að segja að stríðið hafði nú ekki mikil áhrif á þorpið en öðru leyti en einn og einn sovjískur stríðsfangi sem var að fela sig sem hafði flúið menn voru að hýsa. Það er mikilvægur hluti af sambandi Noregs og Rússlands. Er það að Norðmenn hafa passað mikið upp á það að halda við rússneskum minnismerkjum og stríðsgröfum. Frá seinna stríð og hérna stöndum við það einmitt líka við minnismerki þá þetta norsku hermennina sem félli. Svo Deksmann, Peter Andreasen. Þetta þá, meðal annars þeir sem... Þetta er 9. Allir þessi dóu 9. apríl hérna. Já, þetta þá þeir sem voru í þessum skipum. Eidsvoll og... Hvað heit hitt? Norge. Norge, já. En tölum aðeins þetta.
Sko, Svíar að senda þungmálminn sinn til Narvíkur og hann fluttur þar meðfram ströndinni niður eftir. Já. Bretar, þetta stríð hefst á því að Bretar leggja út þessi tundurdufl sem við varum að tala einmitt hérna í Narvík. Já. Þjóðverjarnir koma hérna með herafla, sökkva skipum hérna, þannig að þetta upphafið og endurinn á þessu öllu saman. Og við erum búin að ferðast hérna eftir leiðinni sem að Þjóðverjarnir voru að hörfa undan Normönnum og Frökkum og Bretum og Pólverjum. 28. maí 1940 þá ná bandamenn bænum. Já. Og hvað gera Þjóðverjarnir þá? Þá búið að rekja Þjóðverjar hérna að landamærunum að Svíþjóð. Þá þeir komnir upp að Björnfjell sem bara rétt við landamærin. Og þá náttúrulega búið að loka þá alveg inni. Þeir fá náttúrulega ekki birgðir og eru bara á síðustu metrónum og það annarkvort að gefast upp það fyrir bandamönnum eða þá að leggja frá sér vopnin og labba yfir til Svíþjóðar og teknir til fanga þar. En áður en Narvík var tekin aftur á bandamönnum 28. apríl, þá voru bandamenn, Bretar fyrst og fremst, búin að ákveða að yfirgefa Noreg. Og þau skilaboð komu held ég 2. júní. Og það var gífurlegt sjokk fyrir Norðmenn, því Norðmenn voru ekkert með þegar það var ákveðið. Það bara nokkrum dögum eftir að ná borginni. Já. Bænum, ég selta borginni, það ekki borg. Nei, bænum. Það leiddi þá til þess að þessir hermenn til dæmis sem voru þá að pressa á þýska herstyrkina á Björnfjall að þeir draga sér til hlés. Norsku hermennir margir hverjir halda bara aftur heim til setumóðin, fara úr herbúningnum og fara í borgaraleg föt og halda heim á leið. Já. Þannig að þessi þýski herafli þar bjargaðist þannig. Og svo koma þá Þjóðverjar aftur og hernema bæinn og taka restina af Noregi. Þú sagði, var þetta 7. júní? 2. júní. 2. júní, já. Að skilaboðin komi, sko. Já. Og þá voru þau gefin út til bandamanna og hersveitina, undirbúið að hörfa, draga okkur út úr Narvík. Og þá átti það að vera búið held ég á 5 dögum, enda sigldi ekki kóngurinn og ríkisstjórnin síðan 7. júní frá Tromsø og yfirgefa Noreg. Og þá nú þetta þessu að vera lokið, orrustunum Noreg. Já. Og enda henni hún ekki, hún vill talin enda eitthvað 10. júní og þá hefstu þetta líka innrásin í Frakkland og Benelux. Einmitt. Nú man ég ekki nákvæmlega dagsetningarnar á sem það þetta leyti. Og það náttúrulega hangir þetta saman. Þú veist, menn sjá þar auðvitað að Þjóðverjar eru búin að safna miklu herliði og eru undirbúa innrás þar og þá náttúrulega vilja bandamenn auðvitað draga þær hersveitir sem eru hér heim og nota frekar á meginlandinu. Algjörlega. Og líka náttúrulega hersöðingin sem var yfir þessum norska her, hann General Fleischer, sem yfir á 7. divisjón, hann hörfaði líka, eða yfirgaf líka Noreg. Og hann endaði í Kanada og hans saga endaði á þann veg að hann fyrirfór sér síðan í Kanada, 42. Það var mjög grátlegt, þannig að honum sýndist sem svo að þetta væri gjörsamlega tapað. Sagði þú ekki að þessi norsku hersöðingar sem voru hérna, þú veist, sem einn að fóra á eftirlaun? Já, sko þá sem var yfir öllu, hann var bara nýlega að fara á eftirlaun. En þeir dugðu ekkert, sko. Margi einn til dæmis, hann neitaði að trúa því að það væri verið að ráðast inn í landið. Gerði ekki neitt. Og það ótrúlegt, þetta voru 6 hersöðingar og þeir voru nú bara 2 af þeim sem börðust eitthvað. Fleischer og hann Ruge, minnum hann heiti líka. En hann Ruge var sunnarlega og þetta gerðist svo hratt suður frá, þannig að það var mikið erfiðar að skipuleggja eitthvað andstöðu þar, en hann reyndi eitthvað að berjast. En þeir voru gjörsamlega óundirbúnir. En það var eitthvað réttað yfir held ég 2 þeirra eftir stríð og þeir voru dæmdir í einhverja fangelsisvist ef mann rétt. Já. Þannig að það var náttúrulega mjög viðkvæmt mál og það líka fyrir herinn. Að herinn sýndi sig að hann væri svona duglaus. Hugdeigur. En það eins og þegar við vorum að tala vetrarstríðið og Mannerheim. Hann hafði ekki hátt álit á norska hernum. Nei. Og hristi bara höfuðið. Þegar einhver var að viðra það að þessir landamæraverðir allir eitthvað að koma og hjálpa Finnum.
Já, en engu að síður, það mikilvægt að halda þetta í haga að þessi norski her hérna norður frá þó að þeir hafa verið svona illa undirbúnir og lítt þjálfaðir þá börðust þeir af miklum krafti og lærðu tiltölulega hratt að berjast og duguðu mikið betur sko, en menn kannski byggust við samanber það, jú, þetta var þetta náttúrulega ofurefli en við skulum halda þetta í haga náttúrulega Þjóðverjar voru langbestu hermenn utan seinni heimsstyrjaldar en það var þannig að Bretar þurftu alltaf að vera með allan 50% fleiri menn og vopn og slíkt eða ættu að eiga 50-50 möguleika á að vinna orrustuna. En þannig endaði orrustunum við Narvík, þeir sluppu fyrir Hotnesi 6.000 manns. Það var nú kannski ekki svo margir eftir þarna en við vorum nú búin að fækka eitthvað. Já. Og Norðmennirnir fara að gefast upp, Bretarnir fara, Frakkarnir og Pólverjarnir fara og Noregur hernuminn í 4 ár eins og við tölum hérna upphafi og Falkenhorst verður yfirmaður setuliðsins hérna og svo fáum við þá sögu alla, Quisling og allt það. Og við getum sko til líka inn hérna undir lokin að þá sem var yfir Narvík þegar Þjóðverjar koma 9. apríl Sunnmú, minnum hann að heitið hann var meðlumur í National Samling sem var svona fascista flokkur hér í Noregi og sumir hafa einmitt haldið fram að hann hafi líka gert í því að bregðast ekki við innrásinni hér en Noregi var alltaf bara svo illa undirbúin fyrir innrásinni almennt þannig að það breytti nú ekki öllu en þá getum við einmitt líka sagt að jú, Þjóðverjar töpuðu náttúrulega hérna svona taktískri orustu en unnu síðan auðvitað strategíska stríðið Noreg til að byrja með allan og hernumdu Noreg algjörlega til að síðan tapar stríðinu og það kostaði þá mikið já að halda í þennan útnára já, það var mjög dýrt já við erum þá kannski bara að fara að vera góðir hérna frá Narvík já, kirkjugarðinum í Narvík þannig kannski ættum við bara að fara að keyra heim og segja þetta gott hérna úr vettvangsferð Hlaðvarpsins söguskoðunar í Norður-Noregi já og við snúum þá hér aftur væntanlega í næsta þætti þar sem við verðum þá komin aftur heim og höldum áfram með hefðbundna dagskrá þangað til, verið sæl